Við ætlum að fara núna yfir fallaforritun sem er svona ekkert þannig séð neitt eitthvað sérstakt sem er hægt að gera í JavaScript en er svona önnur leið til þess að hugsa og vinna í forritun. Að nýta föll og mikið af bara fylkjum af upplýsingum og keyra föll á þessi fylki til þess að reyna að breyta gögnunum, varpa þeim úr einu formi yfir í annað og svo lókum einhverja birtingu. Fallaforritun er svona ein leið til þess að vinna með flækjustig og ásamt því að vera með svona fallaforritun pluss það að vera með immutable gögn, breytur og gögn sem get ekki breyst. Það sem við erum alltaf verið að búa til nýjar breytur með nýjum gögnum sem er eitthvað sem forritunarmál neðanmenn þess að gera, en með JavaScript þá þurfum við að ná einhver library til þess að gera, en við ætlum ekki að fara yfir það hér. En það sem við ætlum að skoða er hvernig þetta virkar til þess að vinna með flækjustig. En þetta er aðalega þannig að við blöndum saman einföldum föllum sem er auðvelt fyrir okkur að reyna að hugsa og skilja hvernig virkar. Og svo blöndum við saman, keyrum þau hvert á eftir öðru eða sendum þau inn í önnur og eitthvað svoleiðis til þess að gera þá flókna hluti og náum þannig að búa til eitthvað abstraction, þar sem við erum ekki að hugsa nákvæmlega að ég er að fara að ídra í gegnum þennan hlut, þannig að ég þarf að vera með forlikju og ég þarf að halda utan breytuna sem að segir hvar ég er, indexin, hvar ég er inn í fylkinu. Heldur segjum við bara einfallega að ég vil breyta þessu fylki yfir í annað fylki með því að nota þetta fall sem gerir eitthvað ákveðið. Og þannig losnum við hávaðan sem fylgir því oft að vera með þetta hér. Þess að við þurfum að muna að vera með eitthvað frá 0, minni en 10, plus. Hérna er möguleiki að gera eitthvað villu, hérna getum við gert eitthvað villu. Og þetta er svolítið svona, þetta er ekki, við lesum þetta ekki mjög svona náttúrulega, fyrir eitthvað skilgreiningu á náttúrulega. Þannig að þetta að logga út 0 upp í 9, allar heiltölur, getum við gert svona. En síðan getum við líka hugsað og búið til þessa abstraction, hvað er ég að gera? Ég er að ídra út einhverjar heiltölur. Þannig að hérna getum við sagt að við ætlum að búa til bara svona almenna fallið sem ídrar út heiltölur upp að n, upp að og ekki með n. Þannig að við getum búið til eitthvað fall hérna og þá getum við abstraktaði burtu þetta hér og svo lengi sem fallið okkar er eitthvað sem er skiljanlegt og eitthvað sem við vitum hvað gerir og er vel nefnt og allt það, þá getum við hugsað, ég þarf að logga út allar heiltölur, þá getum ég gert það bara með þessu logga út heiltölufallinu. Svo getum við tekið skrefið enn lengra og við getum búið til almenna endurtektafallið sem er ekki bara til þess að logga út eitthvað konsól, heldur bara til þess að keyra einhverja aðgerð enn sinnum. Hvort sem það er að logga út heiltölur eða eitthvað annað. Þannig að þá getum við búið til fall sem heitir repeat og það tekur eitthvað n sem segir þá endurtaktu action fallið enn sinnum. Og þá nýtum við þetta að fall geta verið argument í JavaScript sem þýðir það að þetta getur verið fall sem tekur þá inn í raun fyrir hverja ídrun en breytuna á þeim tímapunkti eða þá í raun frá 0 og upp að n. Og þá getur það verið console log, þannig að þá segjum við repeat 3 sinnum og taktu inn console log sem er þá fallið sem að við ætlum að nýta í þessu tilviki, en það getur í raun verið hvaða fall sem er. Það getur verið fall sem að segir margfaldaðu gildið með 2 og loggaðu síðan út, eða bara hvað sem okkur dreymir um. Þannig að þá getum við farið að búa til flóknari pælingar. Við ætlum að búa til eitthvað sem við erum að búa til merkimiða og við þurfum að búa til merkimiða sem eru frá 1 og upp í eitthvað ákveðið. Þannig að þá getum við bara sagt, höldum við utan merkimiðan okkar og síðan ætlum við bara að endurtaka 5 sinnum að búa til merkimiða og við vitum að þetta byrjar á 0
Þannig að þá segjum við I plus 1 og við ítum því í merkimiðan okkar. Og þá erum við komin með fylki af merkimiðum og hvað sem myndi gera við þessi í framhaldinu, hver veit. Þannig erum við alltaf búin að losna við það að þurfa að segja hérna for eitthvað. Þannig að við erum í raun getum farin að lesa þetta svona repeat 5 og síðan fallið okkar. Þannig að þá erum við farin að hugsa hvað viljum við gera í staðin fyrir hvernig erum við að gera það. Og þetta virkar sem sagt út af því að við höfum þessi æðri föll eða higher order functions, en það eru skilgreindar sem föll sem gera annarkort eða bæði, taka inn eitt eða fleiri föll sem argument og eða skila falli. Þannig að það eru þessi æðri föll, að þau vinna með föll, taka við þeim eða skila þeim eða bæði. Og það er oft kallað önnur föllir á fyrstu stjett eða eitthvað. En það er allavega þessi higher order functions eða svona hlutur sem maður heyrir þegar maður er að vinna með í svona fallaforritunar líki, að þetta er ekki í raun svona hrein fallaforritun en nálægt í. Þannig að þá getum við verið með fall sem skilar falli og þá getum við búið til hérna fall sem athugar almennt er eitthvað stærra en einhver tala. Þannig að þetta er fall sem skilar falli sem athugar hvort að einhver tala sé stærri en gefin tala. Og þetta virkar þá út af því að við erum líka með closures, þannig að við munum og þegar við erum skilum þessu hérna falli, þá myndar það lokun yfir þetta umhverfi hér og hefur aðgang að n svo lengi sem að það fall er til staðar. Svo lengi sem það er til vísun í þetta hérna fall, sem er þá í raun greater than 10 fallið sem athugar hvort einhver tala sé stærri en 10. Svo lengi sem að þetta fall er til og er raun vísað í það í áskrift, það er ekki búið að segja þetta hérna, þessi breyta sé null eða eitthvað svoleiðis, þá veit þessi hérna breyta hvað þetta hérna n er út af lokunum, closures. Og síðan getum við spurt, er einhver tala greater than 10, er 11 það? Já, frábært. Þannig að þetta er í raun higher order function, af því það skilar falli. Þannig að þá getum við farið að hnýta saman þessi föll okkar til þess að búa til eitthvað flóknara. Þannig að þá vitum við hérna að við erum með eitthvað repeat fall sem gerir endurtekur aðgerð n sinnum. Þá getum við búið til annað fall sem heitir unless, sem er þá í raun önnur leið til þess að útfæra if, sem er þá í raun unless, og þá er einhver sæð sem er tekin inn sem er annarkvort true eða false. Og ef hún er true, þá keyrum við eitthvað then. Og þá getum við í raun skrifað eitthvað sem í raun gefur okkur allar allar jafnar heiltölur frá 0 og upp að n með því að segja repeat eitthvað n hérna, þar sem við tökum síðan inn í raun n á hverjum tímapunkti, unless þetta hér, ef hún er ekki í hérna oddatala, þá tökum hérna módulusin af henni og þá er það í raun deilt í hana. Ef afgangurinn er 1, þá vitum við að hún er hérna oddatala, þannig að þá ef það er ekki gilt, þá segjum við n er even. Þannig að þarna erum við í raun með eitthvað sem að gæti alveg eins verið sett fram sem for loopa með if inn í, nema hérna erum við í raun að vinna með eitthvað sem við erum með nefnd föll. Skilur okkur sama. Hugsanlega mætti færa rauk fyrir því að þetta sé flóknara í fyrstu út af því að við vitum ekki hvað repeat og unless gera, af því að það er skilgreint hérna, nema svona ef við hugsaum aðeins það þá er það kannski augljóst, en þetta getur í raun, þetta er svona fín lína, hvað er of svona abstrakt eða hérna ólæsilegt og hvað er það ekki. Það er alveg fín lína. Þú getur bara við það bæta við þriðja argumentinu eða eitthvað er í vitlausri röð eða eitthvað og þá getur þetta orðið hérna eitthvað sem er farið að blokka mann þegar maður horfið á það. En við höfum samt sem áður samt almenn föll sem er hægt að virkja á fylki sem er í raun bara vel skilgreind og eru til staðar í JavaScript og allir í raun geta flett upp eins og á MDN eða í documentation og séð hvað gera. Þannig að það er eitthvað sem að
þegar þú sér það, þá er það bara eins og að sjá for-lykkju eða sjá while-lykkju eða eitthvað svoleiðis. Og þá er til dæmis for each sem er aðgerð á fylkjum, sem er aðgengileg. Þannig að við getum aðtúa hérna, ef við segjum sem sagt fylki, stakkum aðeins, for each, þá sjáum við að það er eitthvað fall hérna sem er útvært. Þannig að það er til staðar á öllum fylkjum í JavaScript. Og það er sem sagt higher order fall sem leyfir okkur að ýtra yfir fylki. Þannig að þá er það sem að gefa til kynna hérna, for each. Þannig að fyrir hvert einasta stak. Þannig að þetta er eins og for-lykkja að því leyti að þetta tekur inn hvert stak í fylkinu og keyrir einhverja aðgerð á það stak. Þannig að þá höfum við séð eins og hérna getum við breytt í það sem við verðum að nota þetta el-fall okkar, þar sem við getum í raun skipt út fyrir for off-lykkjuna sem við höfum verið haft þar inni og haft for each í staðinn, sem er þá í raun bara eitthvað fylki, for each, þá fáum við eitthvað child og svo athugum við í raun eitthvað með það og í raun er efnið hérna eða það sem er gert er bara nákvæmlega eins og í for-lykkjunu. Fyrir auðvitað það sem við erum ekki í raun með þetta svona meira granularity að við erum með í raun indexin og þurfum að vinna með indexin, þá fáum við bara inn staki, við þurfum ekki að segja eins og í hérna for off hérna lykkjunni. Þannig að það er kostur hér eins og þar, en að vera með for það sem við erum með í, það sem við erum að hækka, þá erum við að segja hérna const child jafnt og children bracket i. Þannig að þetta verður svona styttri, læsilegri kóði. Síðan er annað hugtak sem er oft í þessu fallaforritunar pælingum, en það eru hrein föll eða pure functions. Og það eru föll þar sem við getum sagt fyrir öll inntök þá er alltaf sama úttak. Þannig að það er ekkert í úttakinu sem veltur á stöðu eða upplýsingum fyrir utan fall. Þannig að þessi föll eru algjörlega óháð umhverfi sínu. Og það þýðir til dæmis að pure function má ekki athuga allir hvað hérna date er eða hvað tími er. Það myndi þá í raun, það er upplýsingar sem standa fyrir utan og er sem sagt háð umhverfinu. En bara svona einföld reiknið að gera þessu hvað er x plus y, það er hreint fall. Það er í raun vel skilgreint og x plus y fyrir hvað y og hvað x, þá mun niðurstaðan alltaf vera svo sama. Og þar að auki munu þessi hreinu föll ekki valda neinum breytingum á umhverfi sínu. Þannig að það eru engar aukaverkanir, engin side effects af því að keyra hreint fall. Og þetta er í svona forritunarmálum sem eru svona alveg hrein, verður þetta vandræði, eins og til dæmis Haskell, sem er fall sem að forritunarmál sem að hefur í raun þessi hreinu föll. Og þá farið út í svona flóknari hlutir sem eru mónadar, það sem er í raun svona hugtak það hvernig við getum einhvern veginn encompassað umhverfið inn í eitthvað svona sem við getum síðan sett inn í fall og breytt og flækist mikið, en það höfum við ekki sem betur fer í JavaScript, en það er samt þetta að skrifa hrein föll, stutt föll og síðan kompósa þau, kalla í fall og blanda saman föllum, er afskaplega sterk leið til þess að forrita. Og það er í raun þetta að reyna að brjóta verkefni niður, þannig við séum í raun með föll sem að ná utan einn part af verkefninu okkar og við getum lagt það til hliðar og við vitum bara þegar ég kalli þetta fall, þá fæ ég þetta tilbaka. Þetta er hreint fall, þetta er fall sem að gera nákvæmlega það sem ég er búin að skilgreina. Þá get ég bara ýtt því frá og einbeitt mér einhverju öðru. Ok, hér er eitthvað annað sem ég þarf að gera. Ég set það í þetta fall og síðan býð ég til eitt fall sem að kallar í þessi fall eftir einhverjum reglum og ég fæ eitthvað úttak sem ég get birt eða gert eitthvað við. Og það er þetta sem að ég mæli með að þið æfið ykkur að gera er skrifa fleiri fall og skilgreina vel hvað er inntakið og hvað er úttakið og hvað í raun og passa upp á að vera ekki að gera neina breytingar. En þetta er eitthvað sem við farum nánar í forritunarmálum og er minn uppáhaldspartur af því að forrita er þessar pælingar í kringu forritunarmálum. Þetta er svo
þetta svo afskaplega, þetta getur orðið svo svona heillar petantinn í mér. En þetta eru þessi kostir. Við hugsum meira abstrakt og þá það bara þetta að passa okkur að fara ekki of hátt, verða ekki of abstrakt, af því þá allt í einu bara öll meining horfin og við erum bara eitthvað týnd. Við höfum sem sagt minni hávaða, við höfum minna af einhverjum svona eins og í forlykkjunni, við höfum minna af í ídrunninni, minna af einhversum auka upplýsingum eða sem auka hávaða sem skiptir engu máli fyrir það að leysa verkefnið. Og við getum gert ráð fyrir því þegar við erum að vinna í JavaScript og við erum með aðgang að hellinga af þessum venjulegu aðgerðum sem eru í raun vel skilgreindar og aðrir forritarar sem nota kóðan okkar munu í raun skilja. Þannig að við getum komist upp með og bara getum gert heilmikið án þess að fara að búa til okkar eigin hjálparföll. Og þau eru til staðar í málinu. Og þessar aðgerðir, bara nokkuð dæmi það, er eins og every á eitthvað fall við öll stök í fylki eða some á gefið fall við eitthvert stak í fylki. Þannig að við getum í raun athugað þetta þá í raun all eða some, all öfuga-æð eða hitt merkið í stærðfræði. Map sem þá í raun möppun eða vörpun á milli úr einu fylki yfir í annað. Það sem við segjum í raun hvert er vörpunarfallið, hvert er fallið sem er keyrt á hvert einasta stak og myndar nýja fylkið. Og síðan reduce sem er þá í raun vinnur á fylki stak fyrir stak þar til að það er í raun eftir eitt gildi og þetta er oft tekið saman map og reduce í það í raun að keyra einhverjar aðgerðir á einhvern lista af gögnum og fá síðan út einhverjar upplýsingar það. Þannig að við viljum margfalda eða breyta einhverju í einhverju fylki og síðan summera það allt upp og fá þá út einhverja útkomu. Síðan er filter sem er svona lúmst gott sem er í raun til þess að filtera út eða sía út stök í fylki sem standast eitthvað ákveðið próf. Þannig að við getum til dæmis athugað hvort að það séu einhver stök í fylki sem eru falsi, sem eru hugsanlega eitthvað sem við viljum ekki birta og er mikið notað þegar maður er að vinna í svona. Og svo eru, fleiri. Þannig að ef við til dæmis skoðum þá getum við farið inn á MDN og við getum skoðað hvernig þetta fall virkar og séð önnur dæmi önnur föll filter, find, það finnur stak, finnur eitt stak eða ekkert. Includes er þetta stak einhvers staðar. Reduce og reduce right, við getum snúið við, við getum raðað. Þetta eru svona þessi flestu sem við erum að nota og þau sem eru til. En þegar við erum að vinna þá með svona, þá náttúrulega er svona kannski smástak, hvernig eiginlega setjum maður alla hluti í fylki og vinnum með þau þannig. Þá svona fer það eftir verkefni sem við erum að vinna og ég hef sett einhver dæmi eins og í einhverjar sýnilausnir þar sem ég hef gert þetta. En eins og below 10 sem er þá í raun eitthvað athugar, er eitthvað stak í fylki minn en 10 og þá getum við keyrt í raun sama fallið með mismunandi föllum á sömu gögnin. Þannig að við getum spurt, eru allar tölur í fylkinu minn en 10? Nei. Er einhver tala í fylkinu minn en 10? Já. Þannig að svona getum við notað þetta. Reduce er síðan svona aðeins flóknara en það tekur inn fall sem að tekur inn 2 gildi sem annað er accumulator sem í raun gildi sem verið að safna saman í og hitt núverandi stak og síðan gerum við eitthvað við það og við byrjum að senda því í raun grunnstakið, eða grunngildið, grunnaccumulatorinn. Þannig hérna það 0 að þegar við ætlum í raun að summera upp alla tölurnar í listanum. Þannig að þá byrjar reduce á því að taka inn 0
og 1 og skila 0 pluss 1. Síðan tekur næsta, þá þetta orðið 1, af því það niðurstaðan úr þessu hér. Og það segir 1 pluss 2, það eru 3. Svo það 3 pluss 3, það eru 6. 4 pluss 6 og svo framvegis samkvæmlega búið að summera upp allan listan. Stak fyrir stak fyrir stak. Alltaf halda utan mér þetta gildi sem svona bókhaldsgildi sem hérna meðfram. Og við fáum út summuna fyrir fylkið. Svo getum við farið að blanda þessu saman. Þannig að við getum hérna keyrt mapp á fylki. Þar sem við erum að taka hvert stak í fylkinu, margfaldaða með 2 og síðan summera þau upp og fá út þá hver er summa þessara gilda þegar búið margfalda hvert og eitt gildi með 2. Filter síðan, þar sem við getum verið með eitthvað fylki og síðan fyrir hvert stak þá eitthvað fall sem að skilur okkur true eða false eftir því hvort að nýja fylkið sem að vera þá niðurstaðan á þessu hér eigi að vera með eða ekki. Þannig að þetta segir gildi á að vera með svo lengi sem að blue finnst einhvers staðar í strengnum. Þannig að þetta dæmi um þetta, en bara svona aðeins til þess að fara yfir dæmi, þá var hérna í verkefni 6. Nei, þetta er vitlaust. Og það gengur illa hjá mér. Svona. 7 var það. Þá vorum við hérna með þessar 2 leiðir sem að ég gaf. Önnur þeirra var að nota hérna fylki og þá að ídra í gegnum þetta og þá verið að gera margt hérna í einu. Þetta rosalega svona obtuse og einhvern veginn maður þarf svolítið að leggja í það að lesa þetta, hvað í gangi hérna og af hverju þetta virkar. En hitt sem maður notar þá svona einhvers konar fallaforritun, þá við að segja við fáum inn einhvern streng og þennan streng ætlum við að varpa yfir í fylki. En fyrst ætlum við að færa hann í hástafi, síðan ætlum við að keyra aðgerð sem að breytir streng í fylki þar sem hver stafur eitt stak í fylkinu. Síðan fyrir hvert stak þá ætlum við að hliðra því, þannig að við ætlum að sjá hversu langt á hliðrunin að verða. Þannig að þá við búin að breyta ef við keyrum þetta hérna bara með fram. Ef að við tökum þetta hérna með, svo þetta virki. Segjum bara svo string halló og við keyrum þetta. Þá við búin að kasta strengnum yfir í fylki. Ef við síðan keyrum þetta hér, þá fyrir hvert stak þá ætlum við að keyra þetta mapp hérna sem tekur inn streng sem þá hérna H-A-L-L-O og tekur stafinn, finnur hvar hann staðsettur í þessum letterstreng og drögum frá hliðrunina. Þannig við ætlum að hliðrun 3, segjum bara hérna n jafnt 3. Þannig að ef við keyrum þetta, þá við komið með stað þar sem við erum með staðsetningu á stafnum þar sem við erum búin að hliðrunum. Við erum af hliðrunum, við erum að fara í hináttina. Þannig að þá erum við með mínus, annars erum við með pluss. Þannig að þá endum við uppi með fylki þar sem við erum búin að mappa þessu yfir og við erum núna með tölustafi, við erum ekki með stafi. Og svo náttúrulega verðum við að gera eitthvað. Hérna förum við í neikvæða tölu og neikvæð tala óskilgreind í þessu. Þannig að þá þurfum við að fara hinum megin og hliðra, fara hringinn. Þannig að þá getum við gert það og þá fáum við
búin að mappa fylkið aftur yfir í raun stafi sem passa við, sem að sem sagt, eiga við upprunalega strengin okkar. Þannig við erum ekki að fara út fyrir þetta bil sem við erum að gefa okkur hérna. Og síðan í lokin þá það í raun að taka hvert stak hérna og varpa því aftur í staf með því að segja hver stafurinn í staki I, sem þá hérna 6, og þá fletta því upp hérna og það þá stafurinn sem á að koma tilbaka. Þá við í raun komið með í raun fylki sem búið að afkóða og þá í lokin köllum við í fall sem að gefur okkur streng út frá fylki. Þannig að þarna förum við í raun í gegnum öll þessi skref og erum í raun að keyra hérna mismunandi og fáum þá í raun, sumir myndi segja að þetta sé læsilegra, sumir myndi segja að þetta sé óþarflega svona flókið, en samt sem áður þá þetta svona verkfæri sem gott að hafa í kistunni og geta bæði lesið og beitt í verkefnum. Að sum verkefni falla betra að þessu, sérstaklega við til dæmis að vinna með mikið af gögnum sem við getum einhvern veginn varpað yfir í stóra og löng fylki og getum unnið með fylkin. Þá það oft á tíðum mikill kraftur. Má ég koma eina spurningu? Já, já. Þegar vorum að vinna í hvað var það verkefni 8 eða eitthvað, þegar við áttum að gera eitthvað, ég man ekki alveg hvað, en það var eitt af því var að ekki hleypa bilum og tölustöðum og eitthvað svona inn í þegar þú skrifar inn strenginn sem þú vilt kóða. Já. Hvernig myndir þú bæta því við þetta inn í fallaforritinu? Þegar þú ert með eitthvað svona edge case. Já, ef þú vilt til dæmis ekki að það komi, tölur eða bil eða. Já, það getur einmitt verið svona dæmi þar sem að það á ekkert endilega vel við, að þetta yfirleitt góð leið til þess að vinna með gögnin, ekki til þess að til dæmis staðfesta, eða jú, hugsalega getur staðfest, en þegar þú ert að passa upp og validata eitthvað, þá viltu finna einhverja leið sem að, jú, þú getur alveg gert það, þú getur þá í raun kastað, þú getur gert throw hann inni, en þú veist, þetta í raun, út af þetta svona svo pípur sem tengdar saman, þá verður erfitt í raun að hvað gerist ef þetta klikkar í þriðja lið. Þannig að þá getur við notað throw og kastað og þá oft til dæmis þetta gert saman með promises. Það svo getur síðan verið með cuts seinast sem gerir eitthvað. En eins og held ég að við setti að þá þurfti að bæta við þá bætti ég við svona villuchecki. Þannig ef að strengurinn var ekki í stafrófinu þá setti ég null hérna og svo setti ég í lokin þá þurfti að athuga þetta gildið, það falsy? Ef það falsy þá þetta hérna false. Nei, ef það truthy þá skilum við gildinu. Annars ef það falsy sem þá ef það tómi strengurinn eða null þá skilum við engu. Þannig að þá þetta orðið fall sem tekur við streng sem hefur ólöglega stafi. Þá var samt sem áður athugunin á því að eitthvað sé valid var í raun ekkert, hún leyfði í raun bara öllu að koma inn. Hún var ekkert að athuga það sérstaklega. Þannig að þetta er ekkert eitthvað galdrantól sem leysir öll vandamál manns, en samt svona öðruvísi leið til þess að hugsa og svolítið skemmtileg leið til þess að hugsa. Svona þegar maður að vinna í þessu og sjá í raun að mismunandi leiðir að sama verkefni. En svona til þess að taka kannski aðeins sem að fara í gegnum dæmi sem í Eloquent JavaScript sem að vinna með það að það með öll ritkerfi sem eru skilgreind í Unicode frá með eitthvað fyrir 3 eða 4 árum síðan Unicode 10 og í raun nöfn þeirra og rangein sem að þau skilgreina. Það að segja Unicode rangein, hvort þau séu right to left eða left to right, hvort þau séu skrifuð og frá hvaða árið þau eru, hvort þau séu lifandi eða dauð. Og þetta heljarinnar mikið af gögnum og þarna var farið í gegnum í raun hvernig getum við útfært filter
og filter þá í raun staðlað sem við myndum alltaf vilja nota í staðinn en þú veist, þetta ein útfærsla því hvernig við getum útvært filter. Sama með map, við getum útvært það svona og síðan þá hérna erum við með þetta sem sagt stórt gagnasett sem við erum að vinna með, þannig að við getum séð hérna console log scripts length og þá getum við líka að séð hérna núna er ég sem sagt inn í VS Code og nú er ég með eitthvað kóða sem er í raun bara JavaScript. Þetta er í raun bara forritunarmál í JavaScript og það þarf ekkert að vera í Vavra eins og við erum búin að sjá, þú veist. Í Vavranum erum við Window en síðan erum við með þetta hitt sem heitir Node.js og við erum búin að setja þetta núna upp á tölunum okkar og við erum búin að vera að nota þetta til að nota NPM en við getum satt nota það í meira og það er bara að keyra þetta eins og eitthvað forritunarmál þar sem við getum bara nota það núna inn í VS Code þar sem við getum farið hérna í run og við getum farið bara hérna í run and debug og bara Node.js nú reyndar lendur við kannski smá vandræðum að þegar ég er með opið hérna sjá, slökkum bara þessu þannig að núna get ég farið hérna og ég get í raun keyrt út einhverjar hvar varum við hérna ég get annarkvort keyrt hérna Node dæmi nei farið hérna inn í fyrirlestra 11 þannig að núna er ég hérna þar sem þetta dæmi er hérna og ég get keyrt hérna Node functional.js og þá skrifar það út hérna 139 sem er þessi hérna lína eða ég get skrifað út í raun hversu mörg eru hérna filtrar út öll sem eru right to left þar sem við lesum frá hægri til vinstri og segir okkur í raun hver þau eru. Þannig að við finnum þau og skrifum síðan bara út nafnið að þeim. Þá ég get gert það hér. Þannig að það eru þessi hér skript sem eru þannig. Síðan get ég sett hérna debug. Ég get keyrt þetta upp og valið hérna. Þá get ég debuggað hérna í gegn. Þannig að ég get í raun séð í raun hvað er í gangi á hvaða tímapunkti hérna. Og hér eru punktar sem ég get stoppað. Það sem ég get stoppað er við S sem er þá bara að fá hvað er S og síðan er áður en að það er kallað í name. Þannig að ég get sett play hér og þá stoppa ég hérna. Hér er ég með as fyrir allam. Þannig að ég er með fyrsta stakið sem að þetta passaði við. Og síðan get ég haldið áfram og labbaði í gegnum kóðan hér. Og þegar við erum hérna þá get ég farið bara hérna eins og við höfum verið að gera í debugunum í Vavranum. Þá get ég kert hérna af því að þetta er í raun sami debugurinn. Hugsalega eitthvað svona minor version númer á vélinni, WAF8 JavaScript vélinni sem er undir. En hérna höfum við í raun sömu upplýsingar og við fáum í Chrome. Þannig að ég get líka sagt hérna alltaf Window er ekki til hér. En process er til. Process er það sem að grípur allt í raun allt global stateið í Node.js og þannig að þetta er eitthvað sem að við í raun verður í raun bara svona eðlilegt framhald af þessu námskeiði í Webfortune 2 þar sem í raun við förum yfir það að nota JavaScript ekki bara í framhendanum heldur í bakendanum og förum þá að nota Node.js og förum að nota þetta process og förum þá að nota JavaScript til þess að lesa gögn upp úr skrám eða skrifa gögn niður í skrá eða opna tengingar yfir okkur aðra vefþjóna og gera alls konar. En þessi svona þetta samræmi eða þetta svona að hafa sama forritunarmálið er alveg viss kostur. Það sem að núna eru þeir búin að læra þetta forritunarmál og eru svona komin á stað með það en geti síðan nota það áfram í bara svona almennri forritun. Það sem að þeir geti búið til forrit sem myndi bara gera eitthvað einfalt. Hérna er það að reikna út meðalengurinnar ykkar í öllum kursum eða ætlaði að búa til prófatöfluna fyrir ykkur eða þið ætlaði að gera eitthvað. Þið getið bara að nota þetta og Node og fengið einhverjar upplýsingar út. Þess að við stoppum debuggi hérna og hérna höfum við do sem er útfært
og svo í raun hérna verið að fara yfir og athuga hvað eru margir stafir í einhverju stafrófi. Það eru mörg mismunandi bil sem eru möguleg. Þannig að við viljum í raun redúsa öll rangin og athuga í raun fyrir from og to, af því það er í raun það sem við fáum hérna inn í er sem sagt frágildi og aðgildi. Þannig að við viljum í raun athuga þetta hérna. Hvað er to means from fyrir öll stök í þessum tvívíða fylki og leggja það saman og skila þá í raun hérna hvaða stafróf hefur í raun flesta stafi. Og svo hérna getum við farið nánar í þetta. Hérna sem búið að búa til svona eitthvað hjálparfall sem að leyfir okkur að sem sagt, hópa saman eftir einhverjum ákveðnum hóp. Þannig að þá getum við gert count by. Þannig að þetta tekur inn og ítrar yfir og finnur síðan eitthvað stak eftir þessu nafni sem er þá hérna grúppname fall. Þannig að þá þetta að keyra hérna sem sagt, að finna hversu mörg ef við keyrum þetta út, hversu mörg úr hvaða stafrófi eru hvaða stafir í einhverju gegnum texta. Þannig að ef við keyrum þetta þá fáum við hérna þetta er þá þetta búið að hópa þessu saman. Þetta er 61% úr Han, 22% úr latneska stafrófinu og 17% úr sýrlíska stafrófinu. Þannig að þá í raun búið að taka saman hérna eitthvað svona sem hugsanlega verður flóknara ef við útfærum það öðruvísi. En hérna erum við í raun að segja þetta count by hjálparfallið okkar og filtra það síðan út þannig að við fáum ekki stök sem eru með name jafnt og none. Og síðan erum við að telja total og þá erum við að nota reduce hérna í einni línu til þess að í raun finna fjöldan fyrir hversu mörg við erum með, mörg skript. Og síðan fyrir hvert skript erum við að keyra á í raun textun okkar. Það sem við erum með, þau eru hópuð saman hérna eftir í raun heitinu og síðan í raun fjöldanum og keyrum það hér til að mappa út í raun nafnið og fjöldan og skilið þá í raun prósentunni á því hversu mikið er og joinu síðan fylkinu saman hérna. Þannig að útkoman úr þessu hér er í raun þessi hérna niðri, prósentutala, bil, nafnið, prósentutalan kemur hér, svo kemur nafnið hér og svo er þessu joinað aftur í einhvern streng sem við birtum. Þannig að þetta er ein leið til þess að vinna með flækjur og struktúra forritunum okkar er að nota þessa fallaforritun. En nú skulum við taka pásu í svona 10 mínútur og nú skoðum aðra sem er að nota hluti.